Já, góðan daginn og verið velkomin í Hina Reykjavík, þáttinn þar sem við tölum við fólk og málefni sem oft rætt ekki í meginströms fjölmiðla. Með okkur Sönnu í dag er hún Birna Eik Benediktsdóttir og við ætlum að ræða feminisma, sósíalískan feminisma og kannski bara svona hvaða málefni brenna á feministum núna. Góðan daginn, Birna. Góðan daginn, Daniel. Takk fyrir að bjóða mig velkomna hérna. Já, takk fyrir að koma. Hvað er sósíalískur feminismi? Sko, sósíalískur feminismi, grunnhugsunin er auðvitað jafnrétti, eins og í bara öllum sósíalisma. Það sem við eigum við með þegar við tölum sósíalískum feminisma er að þá beinum við sjónum okkar sérstaklega að því misrétti sem kynjamisrétti sem innbyggt er í kapitalisma. Og að kapitalismin er í rauninni kerfi sem byggir á mikilli kúgun annarra kynja en karlmanna. Þannig erum við svona aðeins að skilja ykkur frá bara þessum almenna sósíalisma með því að hafa fókusinn á þessi atriði. Já. Þannig að það er ekki helsta markmið sósíalískra feminista að fjölga konum í stjórnunarstöðum þá eða? Nei, en við sjáum, það er ekkert endilega takmarkið í sjálfu sér. Takmarkið er þetta frekar að jaðarsettar konur. Af því það er þetta sósíalisminn snýst ekki fyrir við borðið og þetta er konur í íslensku samfélagi og okkur í rauninni bera skylda til þess að standa allar saman að því að reyna að fá að komast að borðinu Sanna. Konur í stjórnunarstöðu, þær eru nú þegar við borðið, þetta er bara, þær eru við borðið í kapítalíska kerfinu og það virðist ekkert alveg lyfta konum á jaðrinum upp. Akkurat. En ef kæmi bara, takk fyrir, ef ég kæmi bara að nýja borðinu og Ísland, það er svona þekkt sem svona mikil jafnréttisparadís, ég meina það er margt mjög gott sem hefur átt sér stað hér á landi og er ekki talað að sigrar, þeir hafa verið miklir hér og þannig að ef ég bara veist ekki neitt hvað það er feminismi hér á landi og hver er þá, af hverju þurfum við sósíalískan feminisma og hver er munurinn á því og bara feminisma, ég meina er ekki mikið jafnrétti hér á Íslandi og af hverju þurfum við þessa tegund, hvað er svona. Þetta er bara, þetta er frábær umræða og hún í rauninni getur orðið ótrúlega löng, en feminismi er þetta, skilgreiningu orðinu feminismi er jafnréttisbarátta. Og í rauninni ertu feministi ef þú sér að jafnrétti hefur ekki verið náð og þið langar að gera eitthvað í því, þá ertu í rauninni feministi, alveg sama hvað þið langar að kalla þig. En svo eru þetta til, alveg eins og innan allar annarar hugmyndafræði, eru þetta til ákveðnar svona blokkir, ákveðnar áttir. Og það er til feminismi sem til dæmis útilokar hinsegin fólk. Það er til feminismi sem fókuserar einmitt á það að koma konum í stjórnunarstöður og það sé ákveðin lykill að jafnrétti að koma konum í stjórnunarstöður. Það sem að sósíalískur feminismi gerir frekar er að við einblínum á kerfið og hvernig kerfið sem við búum við heldur kynja misrétti. Og það er alveg sama hversu mörgum konum við náum að ýta upp fyrir línuna, þá erum við samt í þessu kerfi. Og kerfið fastheldur okkur í misrétti. Það er þetta kerfi til dæmis sem að leggur minna mat á störf kvenna heldur en karla. Það er þetta kerfi sem að lækkar til dæmis laun í læknastéttinni bara í takt við hversu margar konur sækja þangað inn. Þannig að fókusa á þetta efnahagslega óréttlæti. Já, og þetta svona kerfislæga